Komið sæl blessuð. Nú ætlum við að gera sjálfspróf 2.1 í bókinni Mannslíkamanum. Þú bara hefist handa. Fyrsta spurningin í 2.1 hljóðar svo: hver eru mikilvægustu næringarefnin í fæðunni? Og í fæðu er náttúrulega gríðarlega mikið af mikilvægum næringarefnum. En það eru 3 næringarefni sem eru mikilvægust. Það er mest af þeim og líkaminn þarf mest af þessum næringarefnum. Og það væri þá kolvetni, prótín og fita. Skrifa þetta bara. Kolvetni, prótín og fita. Kolvetni fáum við úr mjöli, brauði, öllu korni, ávöxtum, grænmeti. Og þetta er alveg gríðarlega mikilvægt. Þetta er í rauninni orkugjafi líkamans. Prótín fáum við úr kjöt og fisk, alls kyns mjólkurvörum og eins og til dæmis í harðfisk er yfir 80% prótín. Margir eru að taka prótíndrykki til þess að byggja upp líkamann út af því að prótín er aðal byggingarefni líkamans. Fitan, hún er náttúrulega mikilvæg líka, hún er góð fyrir æðakerfið ef það er rétta fitan. Það er mismunandi tegundir af fitu til. Fjölómettar fitusýrur eru hollastar og það er til dæmis í fisk. Lax, síld, allir feitur fiskur er með mjög mikið af góðri fitusýru og lýsi til dæmis mjög hollt og gott, en mettar fitusýrur eins og til dæmis fitusýrur sem eru í smjöri og svona harðri fitu í kjöti. Fitan sem er á kjöti, það er til dæmis óhollt fita, slæm fyrir æðarnar. Þannig að maður þarf að velja fituna svolítið vel. Önnur spurning. Í hverju er melting fæðunnar fólgin? Það er að segja, til hvers er meltingin? Meltingin okkar er náttúrulega aðalega til þess að bara brjóta niður fæðuna. Frumurnar sem þurfa að taka þessi efni upp í sig eru pínu litlar. Og til þess að þær ná að draga þetta inn, þá þarf líkaminn að vera búinn að brjóta fæðuna niður í örsmáar einingar og það er það sem meltingin er að gera. Við tökum brauðsneiðina, tyggjum hana, brotnar svolítið í munninum, svo fyrir niður í maga, brotnar ennþá meira og svo brotnar svolítið í smáþarmanum líka og í smáþarmanum er þetta svo tekið upp. Þannig að það sem meltingin er að gera er í rauninni bara að brjóta niður fæðuna. Ég ætla að skrifa hérna. Meltingin brýtur niður fæðuna. Það er það sem meltingin gerir. Þriðja spurning. Hvernig hjálpa ensím til við meltingu? Ensím eru gríðarlega mikilvæg við þetta niðurbrot. Það er í rauninni hvetja öll efnahvörf áfram. Þannig að þau virka eins og segir í bókinni, svolítið eins og sameindaskæri. Þess að klippa niður þessa fæðueiningar, kolvetnin, prótínin, klippa þær niður í örsmáar einingar sem að frumurnar geta síðan tekið upp. Þannig að við getum sagt bara að ensím hjálpa til við niðurbrotið. Það er alltaf að tala sameindaskæri í bókinni, þannig að við getum sagt bara hérna ensím eru sameindaskæri. Það er að segja, þau klippa niður sameindir í enn minni sameindir sem að frumurnar geta síðan tekið upp. Fjórða spurning. Hvar eru næringarefnin tekin úr fæðunni og upp í blóðrásina? Þegar við erum búin að brjóta fæðuna niður í munninum og í maganum, svo fyrir þetta í skefikornina og alltaf er þetta brotna niður. Síðan þegar þetta er nánast alveg búið að brotna niður þá kemur þetta inn í smáþarmana. Þeir eru gríðarlega langir, margir metrar, svona rör og þar er þetta tekið upp. Þannig að við segjum bara í smáþarmanum.
þar eru flest næringarefnin dregin upp í blóðrásina. Blóðrásin okkar, hún liggur í háræðum í kringum smáþarmana og þar verða efnaskiptin, það er að segja úr fæðunni og í blóðið. 5. spurning. Hvaða hlutverki gegnir magasafinn? Magasafinn er aðalega úr saltsýru og pepsíni. Og saltsýran er náttúrulega bara sýra og hún sér aðalega það að drepa bakteríur. Þannig að við getum sagt bara saltsýran drepur bakteríur. Og svo er það pepsín sem er bara ensím. Pepsín brýtur niður prótín. Það er það sem að pepsínu gerir. Brýtur niður prótín. Þannig að þetta er það sem að magasafinn gerir. Hann er úr saltsýru og pepsíni aðalega. Saltsýran drepur bakteríurnar og pepsínið brýtur niður prótínið í amínósýrur. Jæja, þá eigum við bara nokkrar spurningar eftir. 6, 7, 8 og 9. Og við skulum dempa okkur beint í 7. spurningu. Hvaða hlutverki gegna brisafi og gall? Brisafinn hann er með mjög mikið af ensímum, þannig að hann er rosalega öflugur í að brjóta niður fæðuna. Þannig að við segjum bara mikið af ensímum og þar af leiðir brýtur niður fæðu. En brisafinn, hann er líka basískur. Þannig að þegar sýran úr maganum fer niður í skeifugörnina og blandast brisafanum, þá í rauninni minnkar brisafinn sýrustíð. Annars, ef hann væri ekki, þá myndi sýran úr maganum verka ætandi fyrir smáþarmana. Þannig að þegar það er búið að blanda brisafanum í, þá er hún ekki jafn súr, þessi safi sem kemur þarna niður. Þannig að við getum líka sagt vinnur gegn saltsýrunni. Það segja svo saltsýran sem kemur úr maganum að þá er hún ekki of súr. Gallið. Það brýtur niður fituna. Brýtur niður fituna í fæðunni, í minni einingar. 7. spurning. Lýstu í meginatriðum för fæðuna frá munni til endaþarms og það er bara að fara í leiðina, ekki nákvæmlega hvað allt gerir. Það tekur svo langa tíma. Þannig að við segjum bara munnur, vélenda, magi, skeifugörn, og smáþarmar, þaðan fer það í ristilinn og síðan í endaþarminn. Þegar við tyggjum brjóta tennurnar fæðuna niður og munnvatn blandast saman við sem gerir fæðuna mýkri. Barkaspeldi lokar barkanum þegar við kyngjum svo fæðan fari ekki í barkan heldur hérna réttu leið vélindað niður í maga. Í maganum tekur súr magasafinn á móti fæðunni. Í honum brotnar prótín niður í peptíð og kolvetni niður í glúkósa. Þaðan fer fæðan í skeifugörnina og þar blandast gall og brisafi saman við. Niðurbrot fæðunar klárar svo í smáþörmunum. Allt kolvetni er orðið af glúkósa, prótín af amínósýrum og fita af fitusýrum. Það
Þar streymir fæðan þarmatóturnar sem taka fæðuagnirnar upp í blóðrásina sem streyma þaðan til allra frumna líkamans. Fæðan endar svo í ristlinum þar sem vatnið tekið upp í líkamann. Því þykknar efnið og verður að úrganginum sem við könnumst öll svo vel við. Í ristlinum eru líka bakteríur sem framleiða vítamín sem líkaminn þarfnast. 8. spurning. Útskýrðu það að yfirborð smáþarmanna er svo stórt sem raun ber vitni eða 250 fermetrar. Inn í okkur erum við með 250 fermetrar svæði. Það er bara eins og stórt einbýlishús. Og ástæðan fyrir því að þetta er svona stórt er að það þarf mikið yfirborð til þess að taka upp alla næringuna. Fæðan rennur þetta stóra yfirborð og hægt og rólega er næringin tekin upp og það þarf mikið yfirborð til þess. Og hvernig við förum að því að hafa svona stórt yfirborð í meltingarfærinum er vegna þess að í smáþörmunum sem eru nú margir metrar á lengd eru fellingar og á fellingunum eru litlar tótur, svo kallar þarmatótur. Þannig að við verðum bara að segja að smáþarmarnir eru mjög langir. Tala 7 metra og í smáþörmunum eru fellingar. Þar eru fellingar. Það er að segja að þetta 7 metra langa rör, það er allt út í svona fellingum sem að eykur yfirborðið. Og á fellingum eru þarmatótur. Þannig að það eykur yfirborðið enn meira. Og með því að hafa þetta svona, þá verður yfirborð smáþarmanna alveg gríðarlega mikið. Og svo skulum við bara taka hérna síðustu spurninguna, setjum hana bara hérna efst, þar sem að 7. spurning var. Og hún hljóðar svo: lýstu því hvernig kolvetni, fita og prótín sundrast í smærri sameindir á leið fæðunnar gegnum meltingarveginn. Og þá bara segjum við að kolvetni sundrast í glúkósa. Það er sameindin sem að líkaminn getur tekið upp, sameindin sem að frumurnar nota sem orku, eða sem eldsneyti til þess að búa til orku. Þetta er í rauninni bensín fyrir frumurnar, glúkósi. Fita sundrast í fitusýrur, mismunandi fitusýrur, sumar sundrast í fjölómettaðar fitusýrur, aðrar í mettaðar fitusýrur og aðrar í ómettaðar fitusýrur. Og svo erum við prótín, það sundrast í amínósýrur. Það eru amínósýrurnar sem að frumurnar geta tekið upp og búið til önnur prótín til þess að byggja upp líkamann. Til dæmis vöðva, þess vegna borða lyftingamenn mikið af prótínum til þess að byggja upp vöðvana. Líkaminn er þá búinn að brjóta prótínin niður í amínósýrur sem eru byggingarefnin sem að frumurnar nota til þess að búa til önnur prótín. Þá var þetta búið. Þá bara þetta ekki að lefið í dag. Verið sæl.